Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við ætlum að fara núna í akstursíþróttir og já, byrjum á torfærunni og línuna er komin Helga Katrín Stefánsdóttir, formaður torfæruklúbb Suðurlands. Komdu blessuð og sæl. Sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Ég er það fínt. Herri, það er heldur betur búið að vera mikið að vera hjá ykkur í torfæruklubbnum upp á síðkastið og, já, og framundan. Já, það er búið að vera. Við erum að bara halda aðra umferðina núna laugardaginn og við vorum með fyrstu umferðina á svona nesmótinu með hellumönnum í byrjun maí. Og já, sú torfæra heppnaðist bara alveg rosalega vel. Já, hún heppnaðist rosalega vel. Við vorum með tveggja keppni og við vorum með 26 bíla. Ég hef aldrei séð svona mikið hér á landi. Nei, og já, og keppnin bara sjálf, það er náttúrulega hellu, þá ertu náttúrulega alltaf vatnið, það ekki alltaf jafn vinsælt? Jú, það er vatnið og mýrin sem er mjög spennandi. Já. En já, þið láti ekki degja síga og næsta keppni, hún er haldin á Akranesi og það er bara núna næstu helgi og þetta er fyrsta keppnin sem er haldin á Akranesi síðan 99? Já, þetta er sem sagt önnur umferðin verður haldin á laugardaginn og við erum sem sagt ekki í gryfjunum, við munum ekki keppa í gryfjunum sem var keppt í gamla daga, en þetta eru gryfjunum við hliðina, þannig að við komumst ekki nær. Nei. Og þetta er nýtt svæði og við erum búin að leggja mikið tíma og mikið metnað í það að gera þetta keppsætt og ég er bara mjög spennt að sjá hvernig gengur. Og já, skráningar í fullum gangi, hvernig eru margir búin að skrá sig til leiks? Skráningin það er búið að loka fyrir skráninguna og það eru við von á 20 bílum. 20 bílum? Já. Þannig að þetta verður svolítið keppnis? Þetta verður keppnis, það er búið að hanna brautirnar og það eru krefjandi, þannig að menn þurfa að vanda sig og taka ekki ómikla sem það. En já, veislan hefst á laugardaginn klukkan hvað byrjar hún? Við byrjum að keyra klukkan 1. Og er það fram eftir kvöldi eða hvernig? Við ætlum að keyra 6 brautir, 5 brautir og 1 tímabraut og við vonumst þess að við verðum búin um 5 liti. Já, nákvæmlega. Og já, þetta náttúrulega hefst klukkan 1, segirðu? Já, við byrjum að keyra 1. Keppendur mæta fyrr, þeir þurfa að fara í skoðun og fleira, en keppnin sjálf byrjar 1. Já, nákvæmlega. En já, svona með hvernig fyrsta umferð fór á stað að þá er ekki tægt að segja til fyrirfram svona hvernig móti verður í sumar því að það lítur út fyrir að þessu margi nýliðar og fleiri sem eru að koma virkilega sterkir inn. Já, við sjáum að það er hörð barátta og eins og segir, það eru margir nýir, það er rosalega mikill metnar í keppendum, þeir eru búin að leggja mikið á að vinna í bílunum í vetur og margir búin að fara að turbovæða og fleira. Þannig að ég get ekki sagt til hver verður meistari í lok sumars. Ég býst að það verði nokkri sem að munist ást í sumar. Já, og þeir eru náttúrulega taldir líklegastir Snorri Þór Árnason og Kórdrengnum og Ólafur Bragi á Reddnum. Já, þeir sýndu hörku akstur á Hellu og það munaði bara eitthvað 29 stigum á þeim. Og ég býst að það til dæmis Atli og Þór og Ingólfur og Valdi og fleiri og Bubbi, þeir koma allir sterkir inn, þannig að það verður mjög gaman að sjá. En já, þið eru það ekki búin að vera alveg á fullu núna með gröfur og beltagröfur og búið til brautir? Jú, við erum búin að vera að vinna í svæðinu mjög mikið. Við erum búin að fá það til 5 ára, þannig að það verður næstu 5 árin verða keppni þarna og við erum búin að vera að vinna í því að gera almennilegt svæði. Byggja þetta upp. En já, aðgangseyrir og já, allir að mæta það ekki fyrir 1, er það ekki svona talið svona síðsamlegast? Jú, það við byrjum að keyra 1 og aðgangseyrin er 1500 krónur og það flýst fyrir 12 ára yngri. Og það er eiginlega bara að mæta snemma til að fá gott svæði og til að sjá almennilega. Já, nákvæmlega.
Og já, það sást á Hellu hvernig áhugin byrjar og já, þið voru, já, það var það ekki talið að, já, það byrja 3.000 manns hefði verið að mæta þarna eða? Á Hellu? Já. Já, það var eitthvað 3.000 manns sem að komu hvort daginn, þannig að hérna, við erum alveg vona slatta fólki. Áhugin er bæði í ökumönnum, þar við erum að sjá fleiri ökumenn vera að koma og bæði að áhugin er að vakna aftur og það er mjög gaman að sjá. Nákvæmlega, einmitt. Ég ætla að staldra þess við torfærunni Bili en já, þú ert það ekki líka búin að vera í kringum rallið núna, það fór fram helgina það ekki líka? Jú, ég er búin að sé það nóg að gera hjá mér. Já. Ég sé keppnishaldi í rallycrossi. Og það var önnur umferðin var í gær. Og það er alveg að sama með torfæruna, það er að koma fleiri keppendur og áhugin, motorsport áhugin er að uppleið, þannig að það er bara mjög spennandi tímar framöndan. Já, og já, það er nógu framöndan alveg í, já, akstursíþróttunum eins og að leggur sig, já, það er náttúrulega driftkeppnir byrjaði líka og alveg. Já, það er drift og go-kart og rally og svo núna, þetta er torfarann á laugardaginn og svo er það bara strax eftir henni að það voru bíladagarnir á Akureyri og næsta umferð eftir í torfarinu verður 2. júlí og þá verður það á Egilsstöðum. Þannig að það er bara að gera keppnisdagatalið er enn á Akstursveitarsambandinu og það er hægt að sjá alla keppninar sem að verða í sumar og klúbbarnir eru mjög duglegir að vera að auglýsa viðburði hjá sér og að gera ef maður hefur áhuga á Akstursveitunum að koma og vera með. Já, nákvæmlega. En já, keppnin í rallynum helgina, var einhver með yfirburði svona fram yfir aðra? Það var rosalega hörð barasta. Unglingarnir voru mjög í miklu baráttu og þeir ætluðu allir að vinna. Það sást alltaf að það gaf enginn eftir. Og þeir slóðust mikið í 4x4 króna flokknum, hann var öflugastur og mikið aksjón þar og úlingaflokkurinn líka, það var eitt sem velti í úrslitunum þar og opni flokkurinn og þetta er bara ótrúlega gaman að sjá hvað er mikið metnar í mönnum. Já, og já, svona með hvernig tímabili byrja þar þá að þá eru þeir ungu svona aðeins að láta finna fyrir sér núna? Já, þeir láta sko finna fyrir sér. Þeir sýna alveg stóru köllunum að þeir verða hörsku ökumenn þegar þeir koma upp í stóru flokkana. Nákvæmlega. Já, Helga Katrín Stefánsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, hvetjum alla til að mæta tímalega á Skagan og já, keppnin byrjar 1. Keppnin byrjar 1 og það verður skilti, við munum auglýsa þetta vel og skilti og það er hægt að fara inn á Facebook síðu klúbbsins og þar er hægt að sjá hvar staðsetningin er á gryfjunum og fleira. Þannig að við munum auglýsa þetta vel. Nákvæmlega. Og já, það er Torfæruklúbbur Suðurlands á Facebook. Já. Já, nákvæmlega. Bestu þakkir, Helga, og gangi ykkur sem allra best. Takk. Þessu. Já, eins og hún kom inn á þá hefst keppnin klukkan 1, önnur umferð í Torfæru á Akranesi. Allt þetta inn á Facebook meðal annars. Torfæruklúbbur Suðurlands heldur keppnina og það er að gera fylgjast vel með þar. Það heitir bara Torfæruklúbbur Suðurlands. Svo ef við má sletta, svo basic er það. En nú það er Billy. Við ætlum að fara núna yfir í boxið og á línuna eftir smá stund verður hann Ómar Ragnarsson, skemmtikraftur og fréttamaður, en já, það var náttúrulega íþróttamaður síðustu aldar. Hann lést núna helgina og við ætlum aðeins að rifja upp það helsta sem að þessi maður hefur afrekað, Muhammad Ali. En staðnileik Íslands og Liechtenstein, staðni þar ennþá 3-0 og já, þjálfarnir er búin að gera 4 breytingar. Í hálfleik komu inn á Eiður Smári Guðjónsson og Theodór Elmar Bjarnason í staðinn fyrir Jóhann Berg Guðmundsson og Alfreð Finnbogason. Ragnar Sigurðsson fór út af fyrir Hjört Hermansson á 54. mínútu. Svo núna á 69. mínútu fór Arnór Yngvi Traustason út af í staðinn fyrir Emil Hallfreðsson. Staðan 3-0 fyrir Ísland gegn Liechtenstein.
og það einn leikur í viðbót hér í kvöld, það má alls ekki glemma því, í fyrstdeild kvenna í knattspyrnu. Þar eru Hamrarnir 2-0 yfir gegn Völsungi, þannig eru hálfleikstölur þar. En næsti viðmælandi minn Ómar Ragnarsson. Tökum boxið núna. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.